Það var mikið dýrðir í Tjarnashal Stóru Vogaskóla þegar 150 ára afmæli skólahalds í Vogum og Vatnsleysuströnd var fagnað, en barnaskólinn í Vogum svo þriðji elsti á landinu. Gerðaskóli í Garði svo 3 vikum yngri en skólinn í Vogum. Hrafnkell Karlsson lék á píanó þegar gestir mættu til hátíðarinnar, en hann gamall nemandi Stóru Vogaskóla. Ræðuhöldum var haldið í lágmarki og þau brotin upp með tónlistarflutningi sem þau Arnbjörg Hjartardóttir nemandi og Bent Marinusson kennari sáu um. Helga Sigríður Árnadóttir var kennari í Vogum í hálfa öld og hún náði að kenna 3 ættliðum. Voru þetta viðburðarík ár? Já, bara góð og viðburðarík, já. Hvenær byrjaðir að kenna við skólann? 1955. Og hvernig var staðan þá í sveitarfélaginu? Já, svolítið öðruvísi heldur en núna. Ekki eins mörg börn og öðruvísi færri kennarar, en mjög gott. Hvernig var svona hefðbundur skóladagur þá? Bara svona venjulegur en ekki eins og núna, sko. En það var bara, við vorum þá inn í Brunnastaðaskóla, í Brunnastaðahverfinu. Og hvað varst að kenna? Bara svona almenna kennslu, yngri börnum aðallega. En svo endaði ég í heimilisfræðikennslu og hætti svo 2004. Þannig að þú varst að í 50 ár? Já. Hvað, varstu þá að kenna 3 ættliðum við þér? Já. Og náðurðu því? Já. Eitthvað eftirminnilegt frá þessum tíma? Æ, það man ég ekki svo Ég man bara hvað var gaman að flytja í nýja skólann. Rosalega skemmtilegt. Það hefur verið mikið bylting? Já, mjög mikið. Og náttúrulega alltaf skólabíll sem keyrði á milli. En hvernig var að byrja að kenna hérna inn á Strönd við þær aðstæður sem voru þá? Maður svo sem þekkti ekkert annars og lesi það bara, maður lét sig hafa það. Og margir eftirminnilegi nemendur? Já. Og hefur eitthvað fylgst með þessu fólki, hvernig því hefur reitt af? Já, maður reynir nú að fylgjast með, já, því fylgist alltaf með Vogunum. Maður fylgist alltaf með því sem að gerast í Vogunum. Stóru Vogaskóla bárust nokkra gjafir á þessum tímamótum. Meðal annars færði kvenfélagi Fjóla í Vogum skólanum 3 hrærivélar fyrir heimilisfræðikennslu. Kvenfélagskonurnar sáu einnig veitingar í afmælisveislu skólans. Þá færði Þorvaldur Örn Árnason fyrrverandi kennari skólanum sögu skólahalds í Vogum og á Vatnsleysuströnd í 150 ár. Söguna hefur Þorvaldur verið að taka saman síðasta árið. Til dæmis þessi skólinn stofnaður þegar engin lög svona skóla til og það liður 35 ár þá voru sett skólalög í landinu. Og þetta var bara menn improviseruð, þetta var svona eiginlega áhugamannafélag sem stofnuðu þarna og fengu bara pening frá góðum mönnum til þess að byggja hús og skólinn byrjaði í sínu eigin húsi. Það get ekki allir skólar státið að því og hefur alltaf starfað í eigin húsi alla tíð og það er búið að byggja nokkrum sinnum og stækka nokkrum sinnum. En í upphafi þá börnin eru svona oft á bilinu svona 20 til 40 svona fyrstu öldina og öldina segir eins og það sé bara eitthvað smá tími. En starfsmennirnir á þeim tíma voru svona á bilinu 1 til 3. Svona 3 þegar best lét. Þegar fóru að líða á að börnin voru oftar komin upp í 40-50, þá voru oft 3 starfsmenn. En lengst af var bara 1 starfsmann. Já, og aðstæður þessar skólabarna voru náttúrulega oft mjög erfiðar í skólanum. Við erum að tala um byggingar sem voru nú ekki margir fermetrar. 56 fermetrar fyrst við að byrja þar og það voru 28-9 börn í þessum 50 fermetrum og það með ekki bara það heldur það var líka búið í risinu. Og þar fyrstu árin þá bjuggu sem sagt eitthvað hluta börnunum upp í risi. Og það var náttúrulega alltaf vandamál, þetta dreifbýli og það var alltaf vandamál og það var svo rosalega langt fyrir börnin sem lengst áttu að fara og í upphafi, fyrstu 4-5 árin þá Njarðvík líka með í þessu. Njarðvík hluti af Vatnsleysuströndarhreppi þegar skólinn stofnaður. Og það voru líka nemendur á Njarðvík og þetta voru þeir ekki að labba á Njarðvík á hverjum degi að sjálfsögðu ekki. Þeir bjuggu ykkur staðar í Brunnastaðahverfinu og jafnvel bara upp á lofti í þessu 56 fermetra húsi.
Þrátt fyrir fjölgun íbúa í sveitafélaginu Vogum, þá hefur börnum í skólanum fækkað. Þau eru í dag 160 talsins en voru flest 220 góðæris árið 2007. Ég held að Stóruvogaskóli sé að standa sig bara feiki vel í dag og eins og bara skólar allt land. Það er bara mikið af fólki framsöknu sem andum að koma menntun til skila og koma ungviðinu áfram. Nú sveitafélagi Vogar, þetta ört stækkandi sveitafélag, það mikil uppbygging. Börnunum líka að fjölga í samræmi við það? Nei, það er nefnilega það skemmtilega í þessu og kannski skrýtna að börnum smá fækkar en íbúum fjölgar en við trúum alltaf að það verði bara framtíðarþróun.